Góðan daginn hér og velkomin að þessu borði. Svona þetta eru klóstjöfur. Og við ætlum að kveikja einu kerti á og síðan þessu hér. Við ætlum að lofa Drottinn smá og til að verða ekki grá eða þannig. Það þekkir þetta. En góðan daginn. Við vorum ekki búin að bjóða góðan dag. Og það dagarnir líða. Árin eru að baki. Fjölda ára að baki. Eftir því hversu gamall maður þú ert, eða gömul manneskja. Árin skiptir ekki öllu máli að baki. Heldur hvernig hefur varið þig. Það kannski aðalatriðið. Hver staða núna hjá þér að verða komin á 8 ára aldur? Ekki nema neikvæðni og sorgir. Töp og slíkir bardagar sem að unnist ekki. Eða lífið þitt merkt sigri. Já, ég veit ekki bara að skoða mitt líf. Það nú merkt nokkrum sigri, skal ég segja það. Ég kvart ekki. Og endanum var sigurinn þetta þegar ég gekk Kristi á hönd. Því að þá var hann bara eftirlýðis í hendi og ég veit hvert ég að fara. Og hvert ég að fara? Til ríkis Guðs og himnum. Hvernig talar svona boðskapur til þín? Ég bara hef ekki hugmynd það. Ef þú ert ekki á sama róli og ég í þessu þá sjálfsagt finnst þér lítið til hans koma. En ef þú ert samstiga mér í þessu þá veistu alveg hvað ég að tala. Svart og hvít mynd sem blasir við vegna þess að það synd í heiminu sem að þú vilt nú ekki heyra vita en hún nú samt þarna og birtingamyndin alls konar til að mynda þessi gríðarlegi óheiðarleiki sem að veður ríður húsum í dag og í raun þannig ástand að í raun virða menn ekki nokkurn skapaðan hlut og verða óskaplega sárir ef eitthvað gert á þeirra hlut og fara hamförum. Svona þessi eigingirni sem að fæðist fram með stökkurinn. Þegar kærleikurinn kólnar og Guðs vitundin minnkar, þá vex hitt upp sem við viljum ekkert fá. Af hverju kom þetta? Vegna þess að orð Guðs hefur ekki lengur þann stað í hjarta svo margra sem það kannski hafði eitt sinn. En það allt saman fyrir okkur að leita í og við getum snúið í það aftur. Eins og orðið segir sjálft, aftur til orðsins. Og þetta eru heilmikil sannindi sem þarna eru sögð vegna þess að þetta málið. Drottinn hefur ekkert breytt sér. Eðli þitt hefur ekkert breytt sér. En það getur breytt sér yfir til guðlegs eðlis. En það samt ekki á þínu valdi hvort svo verði, því að trúin gjöf. En það sem að eftir kemur alveg á þínu valdi, því að þú getur lagt mikla áherslu á það sem þú eignaðist með þessu nýja endurfæðingunni, eða þú getur látið hjá líða að eiga neitt meira við hana. Og þá gerist eitt, að það gerist raunverulega ekkert til breytingar hjá þér, nema, og það verður víst áfram, hvernig þú hegðar þér á hagar, að þú veist Guð
núna. Þegar þú endurfæddist, þá var vitundin svo öflug í hjartaðinu að hún hverfur ekki þaðan. En vegna þess að þú hertir hjartað þitt upp, segja það, þá náði trúin ekkert að vaxa sem skyldi, en samt margt breytt hjá þér. Hvernig sem ástandi akkurat í þessum tölugum orðum og hvort sem þú hefur lifað sigrandi trúarlífi eða hinu sem ekki kannski eftirsóknarvert, að þú átt þetta til, átt þennan neista til í Guði að því þér var gefinn hann, Drottinn setti þessa glóðinn og ef þú vilt þá getur hann blásið í glæðurnar og breytt neistanum í þess vegna mikið trúarbál. Þetta möguleiki sem trúarmaður hefur, hver sem staða hans akkurat núna. Eins og ég segi, og við vitum, þá trúin á alls konar stað hjá okkur. Hún niðri hjá sumum, en hún á efsta stað hjá öðrum. Akkur hún á efsta stað hjá öðrum? Af því hann hefur verið að gera það sem Drottinn hefur boðið á hverjum degi sem hann hefur fengið að vakna inn í. Já, fengið að vakna inn í, því einn daginn þá vöknum við ekkert inn í þennan dag sem þá uppi. Ákveðið. Sálinn, andiðin farin úr líkamanum sem við vitum að verður síðan greftraður. Það ekki mitt verk að greftra í líkama, það verk þeirra sem eru uppi þá. Hverjir, það hef ég ekki hugmyndum. Hvenær, ég veit það ekki og þarf ekki að vita það. En eitt ég með alveg á hreinu, að orðið gefið mér í dag og ég ræði öllu það hvort ég sé að sinna þessu verki eða sinna því ekki. Og ég hef lagt það í vana minn að því ég vill að sjálfur gera það sem Drottinn býður og trúfastur við það, eins og þú hefur séð. Og hvað þú hefur þetta að segja, ég raun var það með ekkert það. En kannski blessar þetta bara og býður eftir hverju nýjum þætti. Ég veit ekkert það og velti því ekkert fyrir mér. En ég veit bara hvað Guð hefur sagt mér að gera. Og ég reyni að sinna því og hef verið að sinna því og það alveg nóg fyrir mig. Hvað þú gerir bara þitt mál, alveg svo hvað það sem ég geri mitt mál og ég hef lært að hlýða Guði. Svo langt komst trúin með þennan mann að hann komið með sjálfa sig á þennan stað að hlýða bara Guði. Og hann hefur næringu, hann hefur orð Guðs, sem hér eru á 2 stöðum á þessu borði. Og hann að nota þetta orð til þess að byggja upp sína trú. Já, byggja upp sína trú. Það þarf að byggja upp sína trú. Það þarf að byggja upp allt sem maður vill og viðhalda öllu sem maður telur vera gott og best fyrir sig sjálfan. Og ég búinn að reyna ýmislegt eins og þú, kannski ekkert meira en ábyggilega jafn mikið og þú. Og þetta stendur eftir, trúin í hendi málið. Hún í hendi, að ég vil að hún sé í hendi, mér var afhent þetta á sínum tíma og ég hef haldið í það. Og ef þú ert búinn að ganga áratugum saman með Guði eins og ég, þá hefur þú gert það sama, þú hefur haldið í það. Og þú segir líklega sama og ég að þú sérð ekki eftir neinu. Hefur þetta verið erfitt? Ég var alveg heiðarlegur og nenni ég ekki að vera að tala einhver erfiðleik, af hverju. Hvenær lífið bara eins og bara fljótandi vatn. Mitt lífið bara eins og þitt. Það gengið í bylgjum. Við sjálfum sér ekki til þess að tala um. Og nú dagur, harla góður. Og ég þarf að glíma við það sem að dagurinn býður mér. Og ég hef daginn með því að gera þessa þætti sem ég geri hér. Og það ágætis undirbúningur undir það sem að koma skal. Því að þegar þú ert að vinna Guðs orð, tala Guðs orð,
þá ertu líka að byggja góðan grunn undir daginn fyrir þig. Og það er það sem þú vilt gera. Og það er það sem þú þarft að gera vegna þess að þú átt þennan dag. Ég á hann líka, en hann er fyrir mig að mínu leyti. Eins er að dagurinn og þú átt hann, en hann er fyrir þig að þínu leyti. Og við getum verið gjörólíka manneskjur með gjörólík markmið og sjálfsagt erum, en samt er gott að hafa markmið. Hvað eru markmiðin þín? Ég veit það ekki, en mín markmið er að gera í þágu Drottins það sem hann er að bjóða mér. Og það hef ég gert alveg síðan ég endurfæddist árið 1989 eins og ég oft talaði um. Og það má segja að síðan hafi ekki orðið vikið frá mér. Þar sem ég er, því get ég lofað þér að orðið er með mér. Það er það sem áður var þegar maður sinnti ekkert þessu orði og vissi ekkert hvað það var og hafði engan áhuga á því. Og fannst að tímasóunin mest að vera neitt að pæli því. Til hvers, spurði maður sig, nákvæmlega. Og þekkti gefnið. En núna veit ég af hverju ég er að þessu. Ég er að þessu til þess að upplyfta nafni Drottins, hvetja mig til þess að upplyfta nafni Drottins og alla hvatningu sem ég fæ, mest alla hvatningu sem ég fæ sem einstaklingur, fæ ég upp úr orði Guðs. Þú ert mér oft hvatning og ég er sjálfsagt oft hvatning fyrir þig, en þegar okkar nýtur ekki við, þá er Drottinn samt hjá okkur. Hann er í okkur og þú ert alltaf með orðið hjá þér. Ef ég giska á það, ég veit náttúrulega ekki hvernig menn gera þetta. En mitt orð er aldrei mjög langt frá mér allavega og ég get gripið í það hvenær sem ég vill til þess að nema úr bókinni. Hún er mín eina kennslubók í dag og ég nota hana mjög mikið þessa öndverk sem var þegar maður var í skóla, en þá var maður að mæta í tíman fyrir kennaran, ekki fyrir sig sjálfan. Þannig því miður leit maður á það og voru enganarnir í samræmi við það. Ég veit að þú vildir ekki heyra þær. Þær voru ekki háa. Og það versta við var að mér var nákvæmlega sama. Mér hlakkaði bara mest til þegar skólinn var búinn á vorin. Einhverjinn var þarna, ekki glæsilegar, en eins glæsilegar og ég gerði þær. Það kom letinu þetta fram í þessum tölum sem einhverjinn gefur. Sem voru samt alveg merkilega háar meðan við hvernig maður slugsaðist við þetta. En þetta er ekki svona í dag. Þetta er bókin sem ég les á hverjum degi og stúdera oft og er búinn að gera það í öll þessi ár sem ég hefur gengið mig Guði og þau eru orðin allt mörg. Þetta eru orðnir áratugir. Og ég get alveg lofað þér því að þessu er ekki verið dynd og dand, heldur gaumgæfilega og yfirvegað þegar maður fer út í þessu verk. Og hvert verkefni fyrir sig tekur maður upp úr Biblíunni til að læra meira. Ég get alveg lofað þér því þegar maður fer í þessu verkefni í dag, það er til þess að vita meira orð Guðs. Og er maður ekki orðið fullnum eftir alla þessu áratugi. Sem betur fer, þá svara ég þessari spurningu neitandi. Og það er sannleikurinn, að þú ert alltaf að bæta við þekkingu. Og hvers vegna skyldi það nú vera? Jú, við erum að þjóna risastórum Guði sem, eins og maður hefur séð og viðurkennir, er óþrjótandi uppspretta alls konar visku. Og í dag elska ég að vera undir visku hans,
Því viska hans hefur ekkert gert mér neitt nema gott. Og hvað getur þú sagt lífið þitt sem þú lifir, að það hafi bara gert þér gott? Lífið utan Biblíunar og utan trúarinnar ekkert gott líf. En innan trúarinnar og undir afli orðsins það bara gott. Þetta svona algjör skil, og þetta þannig að Guði ger til þess að þú bara þurfir ekkert að vera neitt að velta því fyrir þig hvort betra. Ég segi orðið betra. Það betra að rækta sína trú en gera eitthvað annað. En stundum gerir maður eitthvað annað og hefur gaman svo sem að, en aldrei líður langt á milli þess að maður fari í orðið og velti því fyrir sér. Þetta breytingin sem að verður, og þetta án allra átaka að minni hálfu. Þetta bara partur af manni sjálfum í dag, og við þennan part kann ég mjög vel. Og ég vil ekkert að breytist neitt. Og breytist heldur ekki svo lengi sem ég bara vill hafa þetta með þessum hætti, og ég, eins og þú, ræð mínu lífi sjálfur. Þú gerir það sem þú vilt við þitt líf, mér varðar ekkert það. En ég hveti bara þetta til þess að vera bara ærleg manneskja og góð manneskja. Því það mun færa þér margt gott í skaut, því að ef þú ert ekki ærleg manneskja og ekki góð manneskja, þá enda með því og einu minn og eina mín að þú stendur einn og einn eftir. Það kannski staðinni á þér í dag að þú ert bara eini og einn eftir. Hvar hópurinn? Vill hann kannski ekkert með þig hafa núna? Og hvað ætlar að gera? Þú getur náttúrulega bara viðurkennt stöðuna, og þú getur farið með sjálfa þig út í gremju og út í reiði og heift. Fyrir hvernig það? Hvernig ætlar að vera með gleðina gangandi með þér ef þú vilt dvelja þar? Þetta allt kennsla í því að gera og skilja að maður velur sitt líf sjálfur. Og það að vera undir afli Guðs líf í nægtum, og þetta það sem að bæði ég og fleiri upplifum á hverjum degi, líf í nægtum. Og ég segi það, ég kann vel við það líka. Eins og allt annað sem að snýra Jesú kann ég vel við. Hann fyllingin í allri minni tilveru, og ég bakka ekkert með það að svoleiðis verður það svo lengi sem ég dreg andan og Guð gefur mér styrk til þess að fara þessa leið með þessum hætti áfram. En ég veit, alveg svo þú, að ég get breytt þessu öllu. Ég get farið með sjálfa mig út í allt aðra sálma heldur en þessa, ég vill. En svo Guði fyrir að þakka, enn þann dag í dag, þá vil ég það ekki. Og það stendur. Það punkturinn fyrir aftan setninguna. Ég vil það ekki. Við sjáum af þessu að þetta nú fyrst og fremst sannleikur, og svona þetta. Og líka að við ráðum öllu skrefin okkar. Ég vil taka þau samkvæmt leiðsögn Drottins, og hef gert það í þessi áratugi sem ég búin að vera við þetta. Og ég vil ekki veiklast neitt í því. Og ég veit hvað þarf til svo að þetta haldi áfram. Og ég að benda þér á þessa leið, orð Guðs. Ertu til ég að fara hana? Fyrir mig. Nei, þú getur það ekki þó þú vildir það, þegar ég sé þú út góð manneskja. Heldur þar ég sjálfur að fara þessa góðu leið fyrir mitt líf, alveg svo þú fær þína góðu leið fyrir þitt líf. Þetta skiptin. Svona gerast þessi kaup á eyrinni. Og við erum að gera góð kaup, þau bestu, þegar við áttum okkur á því hvernig þetta virkar. Þetta virkar svona. Þú þarft að gefa þessari bók einhverja stund, ég segi á hverjum degi,
og trúiðin, hún heldur utan þetta allt saman. Hún hvetur þið sömuleiðis á hverjum degi í verki. Þannig við erum án afsökunar, við höfum þessa stöðu hvatningu til góðra verka og hluta, en við verðum að sinna þeim. Og Guð hefur gefið mér að segja já við þessu, að sinna þessu, en ég get líka neitað þessu, annars og þú og við. Og hann myndi samþykja það að sjálfsögðu. Af hverju? Ég er frjáls. Ég er frjáls til að gera hvað sem ég vil. Já, í Guði líka. En hann er með heila bók hérna handa mér til þess að læra upp úr og nema af til að ég geri þá vilja hans í gegnum þessa bók og af því hann er sannleikur og bókin er skrifuð af sannleikanum sjálfum að þá er ég að upplifa þetta sem gæði sem að ég er að nema Drottinn í þessari bók. Þannig hann heldur utan sitt og í dag er engin efi hvert ég á að leita og til hvers ég á að fara ef eitthvað bjátar á og auðvitað er lífið þannig að það bjátar oft eitthvað á. Þannig er það með okkur öll að það bjátar oft eitthvað á og stundum hefur við engin ráð. En við sem erum lengra komin og höfum nú gert þetta rétt að við lærum að hvíla með þetta allt saman í Guði þannig að við bara stoppum og setjumst á þetta svo bara, já, ok, hvað viltu gera Drottinn núna? Nákvæmlega. Þetta er það sem hann er að biðja og bíða eftir og þegar þessi bæn er komið frá þér, þetta er bæn, þá hefst hann handa. Og það er ekki bara minn vitnisburður, það er vitnisburður hverrar mannesku sem á annar borð á hjarta fyrir Guði að það hefur alltaf komið inn lausn. Þessi lausn, hinn lausnin. Ekkert endilega fúlgur fjár, nei, ekki fúlgur fjár en lausn sem er leystimálið og þú styrktist af í trúni því að þú vissir og viðurkennir hvaðan þetta er komið og svo segirðu, þú eru að horfa tilbaka, þetta fór nú bara býsna vel. En þú getur ekki sagt þetta þegar þú ert að ströggla við í heiminum. Því honum er alveg sama þig. Honum er alveg sama það þó að þú líkir afvelta einhvers staðar, já, við skurðbarm eða hvað sem það er. Honum er alveg sama þú rinni í Ronja. Drottinn er ekki sama. Og hann gefur þér ráð inn í hvert efni og þetta er reynsla okkar trúaðra manna og kvenna. Hvar sem er. Öll eigum við þennan vitnisburð lausnina. Og jafnvel þó áhyggjur hafi komið, þá erum við komið það langt með trún okkar að þær verði ekkert þetta yfirþyrmandi eins og áður. Heldur þú, jú, þær koma, en fjúka fljótlega af okkur. Þannig að trúin segir við mig, Konráð, þetta verður í lagi. Og hér er ég með allt í fínu lagi. Það er nú bara þannig. Ég elska að gera þetta sem Drottinn hefur kallað mig til að gera. Og ég sinni því með mestu gleði. Þannig að Drottinn gefur gleði að því sem hann er að fá menn til að gera fyrir sig, segjum við kannski, ég veit það ekki, kannski er það fyrir hann. En ætla að sé nú ekki í grunni meira fyrir mig sjálfan heldur en hann. Við það sem ég fæ út úr þessu, að þá segi ég nú bara ekki miklu meira fyrir mig en hann. Ég hef svo gaman að þessu. Og það er gaman að hafa gaman að því sem er að gera. Ég er búinn að vera í mörgum skemmtilegum vinnum og yfirleitt hefur mér nú líka yfirleitt vel í vinnunni maður var á þeim aldri. Þetta toppar ekkert þetta, ég get að lofa þér því. Þetta er bara gleðið upp á hvern dag þegar maður er að sýsla eitthvað í Jesú nafni og ég sýsla nú mikið í Jesú nafni og hef gaman að því öllu sem ég er að gera í hans nafni. Og það er komið þannig að maður gerir ekkert nema bara, ég veit 100% að þetta sé örugglega það sem Drottinn vill að ég geri. Og það er líka hægt að lifa svona lífi
ef þér finnst þetta að vera svona frekar kærulust líf, þá verð ég nú að viðurkenna það frammi fyrir þér að þú veist ekkert hvað þú átt að tala. Þetta það besta. Hann fullkominn, ég það ekki. Ég lít þessu fullkomna og það gerir mig eilítið skárri manneskju en ég ella væri. Og þetta munurinn, þetta skiptin. En áfram verði ég sem manneskja veikleika vafin, við þurfum ekkert að ræða heldur það. En styrkurinn allur, hann liggur í trúnni. Og hvað segir þetta mér? Konráð, deyðu sjálfum þig. Hvernig gerir ég það? Byrju Guðum að sýna það. Hvað mun gera það? Og þú fyrir að skilja þetta betur en var, hvað það að deyja sjálfum sér. Það ákveðin viska á bakvið það að deyja sjálfum sér og þú með því að deyja sjálfum þér vilt fara að gera vilja Guðs en ekki þinn vilja. Drottinn hins vegar að því hann góður Guð, hann mun sjá þinn vilja en þú getur farið að gera það sem þér finnst skemmtilegt. Sértu veiðiglöð manneskja, þá getur hann alveg sendið í veiðitúr. En veiðitúrinn hjá veiðidellunni verður Guð og þá erum við konir á allt annar stað í þessu veiðiferðlismáli. Veiðidellan, hún getur verið ágeng og hún ágeng fyrir marga. Hún togar í þig. Þú hlýðir henni. En Dóttir var að segja, nú skulum við aðeins setjast niður og við skulum fara að lesa. En þú ert komin í þinn veiðitúr. En þetta getur allt saman breyst, það tekur tíma að læra það sem Drottinn að segja og það fæðist ekkert fram á einum degi. En það sem þú getur gert á hverjum degi, og ég hveti til að gera á hverjum degi, þú getur lesið orð Guðs. Þú getur stúderað orð Guðs. Þá temstu smá saman við þetta orð Guðs og það verður þér tamt og þú getur ekki lengur slitið þig frá því. Þú getur alveg auðvitað að loka bókinni en þú ert samt með hugan við þessa bók og þú gleymir henni ekki. Akkur trúin sér að þú gleymir ekki því sem Drottinn hefur talað til þín og þú hefur lært upp úr bókinni og með hjálp heilags anda í þér. Já, heilagur andi í þér, hvað gerir hann? Það minnir þig á þetta allt. Jafnvel þar ertu án afsökunar ef þú ert að slökstast við Guðs verkið. Við getum alveg slökstast við Guðs verkið þó við séum með þetta allt í okkur. Því að ekkert af þessu afli tekur frammi fyrir þinn vilja. Ef þú vilt, þá ferðu þangað. En lærdómurinn og gangan og reynslan af Guði segir mér, hei, ég vil bara spyrja Drottinn þetta. Drottinn, þetta rétt hjá mér að gera þetta? Ertu sammála þessu? Þá segir hann, já, ég sammála þessu, þá skaltu bara, þá fer ég og gera það. En ef hann ekki sammála, þá náttúrulega þarf ég að snúa við. En ég er búin að reyna Guð þannig að ég verð að hafa hann með mér. Það eru skiptin. Frá mér og mínum, frá mér til mín og það allt saman, það ekki lengur uppi. Það hefur kannski aldrei verið uppi í mínu lífi, ef maður svona endrum og sinnum, en það það ekki lengur, hafað einhvern að verið. Og ég vil ekkert fara út í þessa sálma aftur. Þessi sálmar eru svo miklu fallegri og miklu skemmtilegri að hlusta á og lesa. Þetta eru hinir sálmarnir sem voru ekkert nema hik og ef og mundi. Það ekkert líf. En þannig heimurinn, en við dæmum hann ekki því hann þekkir ekkert nema þetta. Við þekkjum orð Guðs, en erum við að fara eftir orði Guðs. Það verður hver að svara fyrir sig og ég bið þig að svara því í heiðarleika og í sannleika. Já, Drottinn hvetur okkur til sannleika, sem merkir, við erum hætt að ljúga, líka að sjálfum okkur. Og það eru sigurarnir sem við erum að vinna hver á eftir öðrum þegar við náum að höggva
þessar lesti af okkur og þeir fara í Jesú nafni og er horfnir og meira rými fyrir það sem er Guðs stækkar í þess sjálfu. Og hvað gerir þetta? Jú, þú ert að vera stabíll í trúuð manneskja og þú þarft á því að halda. Og þú keppist eftir því að þú vilt vera stabíl trúuð manneskja og getur alveg orðið. En það er ekki án fyrirhafnar. Það er ekki án þess að þú gerir neitt verk. Þú er að sinna Guðsverkinu. Við erum hérna með bókina fyrir framan okkur. Þessi bók er opin. Hún er til að opna. Hún er líka til að gera meira en að opna. Við þurfum að lesa hana. Við þurfum að lesa hana sjálf. Sumir lesa hana uppátt. Já, þú getur gert það ef þú vilt, en þú getur ekki að lesa henni hljóði. Flestir gera það nú þannig. En hvað það, hvernig þú gerir þetta, þá hef ég tekið eftir því að orðin fari í hjartað. Og þetta myndu sjá ef þú ert á þeim stað að þú ert að tala, þú ert að skrifa eða gera eitthvað ritgerð orð Guðs, þá koma þau upp og með þú ert að skrifa eða tala að þau eru til staðar. Þannig það er leyndardómur falinn í því að lesa orð Guðs. Það er líka leyndardómur að skoða sitt eigið hjarta, því að það er bara geymslu staður. Bara eins og, já, má segja gagnagrunnur, harður diskur í tölvu. Þetta er geymslu staðir. En hjartað þetta er þessi geymslustaður og Drottinn getur kallað upp úr þessari geymslu sem á við þar sem þú ert til að mynda að tala eða skrifa, sérstu þar. Þetta hefur maður margoft reynt og ég veit að þú hefur margoft reynt það, en maður tók til að byrja með ekki eftir þessu. En svo veitti maður þessu athygli að því maður er að læra, að það voru komið borð á þess að ég var neitt að hugsa þau. Og svo allt í einu uppgötvaði ég það að þetta kemur þangað að því að ég hef lesið orðin. Já, og þau verða bara eftir. Þetta er maður að reyna, þannig að við getum ekki verið blankir í Biblíunni. Ef við erum blank í Biblíunni, við erum bara með henni þessari stöðu og ekkert annað, þá er ekki til þess að færa yfir í geymsluna sem er hjartaðið. Harðadiskinn í tölvunni, það er annað mál. En þú ert með þennan disk í hjartanu, og það er geymsla. En þú þekkir þetta í tölvunni þinni sem harðan disk. En áttar þið kannski ekki alveg á því að þetta er líka í hjartanu þínu. Og þaðan er að koma upp alls konar, og þú þekkir þetta nú. En hvað er að koma? Það kemur það sem er þar. Er það gott, er það vond? Er það heimsins, er það Guðs? Vond kemur frá heiminu, gott frá Guði. Hvort er það? En það er þarna. Og hver ræður hvað fer þangað? Þú sjálfur og engin annar. Við erum í Jesaja 56, kapli 56. Svo segir Drottinn: varðveiti réttin og iðki réttlæti því að hjálpræði mitt er í nánd og réttlæti mitt birtist bráðlega. Sæll er sá maður sem breytir þannig og heldur fast við það að hafa hvíldardaginn án þess að vanhelga hann og varðveita hönd sína frá því að gera illt, hvíldardagur. Akkurri. Þetta er eitt af því sem að menn varðveita ekki í dag, að það er svo mikið að gera hjá þeim. Þess að þetta hvílast er aldrei. Og hver er birtingamyndin? Allar þessar töflur sem við erum að taka inn. Þetta er svona fóður fyrir lyfjaframleiðsluna. Þetta er það stór iðnaður í dag og hefur lengi verið.
Og því miður þá eru læknar stundum mjög fúsir til þess að gefa lyf. Og ég tel að lyfjanotkun að mörgu leyti sé ofboðslega, já, einhvern veginn óstýrlátt. Og við hlaupum í vartaflana við minnstu áverka, svo lítill hausverkur og við tökum töflu við því, svo lítill lyft í bakinu og við tökum töflu við því. En við vitum að ef aðeins kannski náum að hvíla okkur, þá fer þetta oft. Þetta er nútíminn. Hraði nútímans. Svo mikill að maðurinn í raun og veru ræður ekkert við þetta. En við höfum orð Guðs til þess að bakka svolítið og gerum það nú oft með hún eiga það. Það er vegna þess að við erum þrátt fyrir allan hraða og vilja gera hitt og þetta, að við stoppum alltaf annað slæði allavega við orð Guðs til þess að svona velta því aðeins fyrir okkur. Og það kemur okkur alltaf niður á jörðina aftur með báða fætur og það þurfum við. Og þess vegna höldumst við uppréttar manneskju áfram og okkur einski síls meðvitað. Vegna þess að við erum að þjóna Guði. Við erum hætt að þjóna mönnum. Við erum að þjóna Guði. Við skulum lesa hérna aftur. Já, jú, ég held að vorum við ekki að lesa þetta, við lesa það bara aftur. Við erum ennþá í 56, Jesaja. Sæll er svo maður sem breytir þannig og heldur fast við það að halda hvíldardaginn án þess að vanhelga hann og varðveitir hönd sína frá því að gera illt. Já, þetta er það sem við erum búin að gleyma svolítið mikið, hvíldinni. Lesum þetta 3. versið. Útlendingur sem er gengið drottni á hönd skal ekki segja, drottin skildi mig frá þjóðsinni, og geldingur skal ekki segja, ég er risi tré. Þegar svo segir drottin, geldingur sem halda hvíldardaga mína hafa valið það sem mér þóknast og halda sér fast við sáttmála minn. Þeim gef ég í húsi mínu og innan múra minna minnismerki og nafn sem er betra en synir og dætur. Eilíft nafn vil ég gefa þeim, því aldrei, það er aldrei mun afmáð verða. Fallegt. Þannig það er engin vonlaus hjá Guði. Það hafa allir sinn sama möguleika og þó að maður hafi ekki þetta, þá hefur maður samt réttinn til að vera Guðsbarn og hann er óafturkræfur. Og það er það sem skiptir öllu máli. Það skiptir máli hvar við endum með þeir. Og hvar viltu enda? Pælur einhvern tímann í því. Þú sérð að það er fulla ástæða til þess að tala um Jesú og enda bara það sem hann er á himnum, þar sem þetta er ekkert þetta basl. Það er allt til alls og þú ert með aðgang á öllu sem þú þarft. Hefur allt til alls. Þess vegna erum við að þrauka og þess vegna erum við að tala með þessum hætti, að þetta er bara reynslan okkar. Þetta er reynslan mín, þetta er reynslan þín, þetta er reynslan okkar. Þannig við erum ekki að tala neitt fleipur. Við höfum margoft reynt þetta á einn skinni, að drottin er verður. Og við erum að tala frá eigin hjarta, trúar hjarta, til þín, því að þú ert maður og þú getur fengið þetta. Viltu þetta? Ég veit ekki, en þú getur fengið þetta, veit ég. Og þegar þú höndla þetta, þá verður þú líklega eins og ég að þú bara vilt halda í þetta báðum höndum.
og vilt aldeilis ekki sleppa þessu. Þetta eru býttin, þetta er munurinn á því að þekkja Guð og þekkja hann ekki. Þannig við sjáum að svona efni er alveg fullgildur boðskapur og hann þarf að heyrast í Jesú nafni. En þá komið tími og ég kveð og held þessu góða verki Drottins áfram af því að þú ætlar að biðja ekstra bæn fyrir þessu. Verið sæl.